Jæja, svona ég er með hérna eftir 3-2 tap á Grenivík. Hvernig svona fyrstu viðbrögð? Það eru mjög svekkjandi að fá ekki neitt út úr þessum leik hérna. Hvernig líður með bara frammistu afturlíku? Fannst þið ég skilið að fá eitthvað meira úr þessu? Já, svo sem vorum alveg að skapa okkur stöður í fyrra leik og hefum léttilega átt að koma okkur yfir þá, en við nýtum það ekki og þá fær maður það í baki. Þú skorar sjálfur 2 mörk, svekkjandi að það tæli ekki neitt að lokum. Já, það er það. Geturðu sagt mér hvað þú sér þegar að afturöldi fær á svo vítaspyrnu? Nei, ég er ennþá frammi þannig að ég sé ekki hvað gerist. Hérna, þið í sumar það er liðin alveg 1,5 mánuði síðan þið sigruð, er biðin orðin langfrá eftir sigri? Já, maður er í þessu til þess að vinna, þannig að það er orðið maður bíður mjög spenntur eftir að vinna næsta leik. Þessi leikur er að leið svona, já, mér fannst ekki að vera það mikið stopp, en samt að vera alveg 10 mínútur bætt við virðist vera. Hvernig, fannst þér eins og þið markið gæti komið þarna undir lokin? Já, við höfum alltaf trúið að skora og ég skil mjög vel okkur að vera 10 mínútur bætt við því það var eitthvað þarna, hann dæmdi víti og hellingarskiptingum og menn meiddust og eitthvað svona. Þegar þú horfir á þennan leik tilbaka, er eitthvað eitt atvik sem að þú hefði mátt vera öðruvísi? Já, ég bara nýta stöðuna fram á þið og ég veit ekki hvað gerist í þessu víti en það er náttúrulega galið að við fáum víti á okkur þegar markmanninn okkar heldur á boltanum. En það er mjög skrítið að við hefum ekki fengið eitt víti í sumar og það er eins og það sé ekkert mál að fá víti á móti okkur. Ég ætla að spyrja það út í bara þína framtíð, þú ákveður í sumar að skrifa undir á Breiðablik. Af hverju tekur þá ákvörðun? Bara mjög flottur klúbbur sem ég held að geti hjálpað mér áfram að vaxa sem leikmaður og já, það er bara ástæðan. Er erfitt að yfirgefa Aftureldingu? Já, auðvitað. Er þetta svona eins og að yfirgefa heimili sitt eða horfir eitthvað öðruvísi á þetta? Já, þetta er bara þannig. Talar eitthvað við Róbert Orra þegar þú tekur þessu ákvörðun, er þetta bara algjörlega þú sjálfur? Ég tek það nú bara sjálfur en Róbert er góður vinur minn og hann talar mjög vel um Breiðablik þannig að það hjálpaði þetta til. Ætlaði að vinna næsta leik? Já. Takk.